Og þá set ég fund í bæjarstjórn, þetta fundur númer 3482 og fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Ég ætla að byrja á að leita afbrigða vegna útsendra dagskrá og leggja til að liður númer 3 Reykjavíkurflugvöll verði tekin af dagskrá, orðið laust, sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það 11, þá göngum við til dagskrá. Fyrsti liður, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram viðauki númer 16 á árinu fyrir fjárhagsárið 2020. Viðaukinni vegna nokkra liða. Fyrsta lagi það vegna aukinna tekna þjónustukjarna í Hafnarstræti upp á 30 milljónir króna. Við erum með aukin útgjöld vegna notendastyrkra persónulegrar aðstoðar upp á 11,8 milljónir króna sem stafar af hækkunum á töxtum í notendastyrkri persónulegri aðstoð. Og svo erum við með aukin útgjöld vegna þjónustukjarna við Klettaborg, samtals 42,7 milljónir króna. En við verðum að hafa það í huga að hér bara vegna seinni hluta ársins. Þjónustukjarni við Klettaborg mun dýrara úrræði heldur en það sem að fyrir var, þannig að við erum að auka þarna verulega kostnaðinn og þurfum að taka tillit til þess við fjárhagsáætlunargerð fyrir næsta ár. Síðan erum við aukið framlög frá jöfnunarsjóði sem eru 2,6 milljónir króna sem eru útreikningur vegna þjónustuaukningar. Auk þess erum við með líka leiðréttingu á viðauka 15 sem eru upp á 14,2 milljónir króna. Samtals þetta viðauki upp á 36,2 milljónir króna og hún mætt með lækkun á handbæru fé og þetta ég lagt fram fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust, sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þennan viðauka gefið merki. 11, takk fyrir það.